öflugur Haukasigur fyrir norðan og þeirra ekki þriðji sigur Hauka og KA Þór og þú vildi sýna hérna nokkuð mörk í fyrri hálfleik á sig. Já, Haukaliðið lítur vel út og þetta þriðji bara öryggi sigur KA Þór, nei, Hauka og KA Þór. Það fóru norður fyrir áramót vinna samfærandi sigur. Rakel Oddný var að taka með sér hérna svolítið, fór á stórmót og var að koma tilbaka og bara lítur hrikalega vel út í horninu sko, spila vel. Við erum búin að hrósa henni í seinustu þáttum fyrir það, en slúttinn, þetta allt í samskiptunum sko. Og ég vona að hún taki þetta með sér núna inn í landsliðið sko. Þetta hérna, veit ekki alveg hvað skrefið var, Perla er náttúrulega bara ekki með, hún núna bara tækifæri til þess að taka þessuna bara fyrstu stöðun í horninu ef hún kemur svona inn í þetta því hún er líka búin að vera frábær varnarlega. Já, hún nýta bara þessar mínútur sem hún fær sko, vel. En svo gerist þarna, kemur alveg svakalega slæmur kafli hjá KA Þór. Já, og sko byrjun seinni 15-14 sko. 15-14 og sko hún klikkar annað fyrir til þess að jafna leikinn og ég meina upp frá þessu þá hlaupa Haukakonur eiginlega yfir. Sko, Haukar rústuðu þeim í seinasta leik og mér fannst svolítið vinna samfærandi sigur fyrir norðan fyrir áramót. Mér fannst svolítið bara, hvað á maður að segja, KA Þór ekki fá trú að þau gætu unnið Haukana. Mér fannst ekki sannfæring þeirra. Jonni var að setja upp ágætis hluti og í fyrri hálfleik peppat á hliðarlínu og kemur með aftur inn í leikinn hana. En í seinni hálfleik hann er búinn að taka 2 leikhlé eftir 12 mínútur og mér fannst það bara leikmennir ekki hafa trú á því sem þeir væru að gera. Svo náttúrulega ertu með Söru Sif sem var nú að gera nýjan samning hérna. Það eru hraðaupplaupin og það sem hún er að senda boltan fram. Já, hún er með nokkra frábæra sendingar í þessu leik. Hérna nær hún í boltan og það er bara... Þetta er rosalegar sendingar hjá. Þetta er svakalega sendingar. Þetta er gott vopn sem þær hafa. Því að þær eru góðar að stela boltanum líka varnarlega. Að spila með svolítið lága tvista og hornamenn virka að stela. Og líka hún er að senda bæði til vinstri og hægri sem er mikil styrkleiki. Og þetta er líka báða pressaða sendingar sko. Það er varnarmaður rétt á eftir þeim í bæði skiptin. Og þetta er ekki viðskipti í vetur sem við verum að sjá þetta frá henni sko. Og fyrsta markið sem við sáum áðan eftir annað þegar ég skoraði þarna, það var líka sem hún er mjög fljót að koma með leik á miðjuna í einhverju traffík sko. Haukaliðið bara lítur vel út en sko KA Þór eru náttúrulega að fara í erfitt verkefni í Final Four á móti Val en þær skoruðu 2 frábær mörk sem vildu sína. Það er skemmtilegt hérna, það eru 7-6 og hérna byrjaði leikinn skemmtilega, hendunum út í horni og kemur svo á móti í sirkus. Þetta er svolítið norrlenskt að gera þetta í fyrstu sókn. Það er elskar sirkus. Já. Þegar Maggi Stef og Góra Gúsis gerir þetta reglulega saman hérna fyrir hvað ætli það nú reyndar að vera 20 ár síðan. Já, maður finnst ekki leiðið þetta sig. Sjáðu þetta! Já. Þetta er eitt mark tímabilsins sko. Þetta er rosalegt. Lok fyrir Alex. Þessi stelpa átti nokkuð frábær mörk í þessu leik. Eina sem skoraði eitthvað utan á velli. En svo koma skotin á milli frá Susan. Þá var bara eins og að vera engin trú í þessu. Munurinn á góðu skotunum. Ef þú getur sett hann svona og þegar hún að fara upp einhverja stökku upp á neglunum niður í hornin og svo hinum skotunum þeir ekki samfæring. Þetta er að horfa á 2 ólíka leikmenn sko. En svo ertu með hérna þetta VIP-þema hjá akureyrsku liðunum. Já, hún lék Trútið með 2 vipur. Svo háar og skemmtilegar hana. Svo sá maður að, Rósa og Jonna, það var greinilega búið undirbúar. Þeir eru að taka árás á miðsvæði, miðmennir það, svona árás. Búin að horfa á að Rakel Oddný sé að stela og það náða að spila hann nokkur sem niður í horni. En svo bara, er þetta góð vörn hjá Haukum og þetta var bara erfiðara eftir þessi leið og leikinn, sko.